ég þakka fyrir þetta góða boð, þennan heiður að fá að vera í einni lúgunni jóladagatalinu. Ég hugsa ykkur þetta, maður hefur allt frá bernsku haft alveg sérstaka tilfinningu fyrir því þegar jóladagatalið opnað. Hvað á bak við lúguna? Og ég þakka fyrir að fá að vera á bak við lúguna hér í dag. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bók sem kom út í fyrra, ég tók saman, heitir Rúmhelgir dagar, bókinu Hversdaginn og trúna. Og það er eitt tema þarna sem mig langar til að hugleiða með ykkur. Það eru óskirnar, af því að aðventan og jólafastan, það er tími óskanna og óskalistanna. Börnin sitja og eru þegar farin að skrifa óskalista og setja fram óskir sínar jólagjafirnar. Og svo eru jólin í hugum okkar gjarnan þessi töfrastund þegar að óskirnar rætast einatt. En svo hitti ég ungan mann sem hefur verið athafnasamur í fjármálageiranum og náttúrulega fórum við að tala ástandið og hann sagði við mig, þegar ég var yngri þá óskaði ég mér að ég myndi lifa svona áhugaverða, sögulega tíma. Og vá, þvílíkt sögulegi tímar sem við lifum nú. Og nú óska ég mér að ég þyrfti ekki að upplifa þetta. Og svona er það nú. Við verðum einatt að gæta okkur á því hvers við óskum okkur. Óskirnar gætu ræst. Og nú lifum við þessa ótrúlega tíma á Íslandi þegar að margt af því sem var eftirsóknarverðast alls og allt í einu orðin andhverfan. Að það er orðið fjötur og kvöð og böl. Þessi lánsama þjóð sló lán sér til óbóta og nú súpum við seyðið af því. En það er hér saga, gömul saga, auðvitað Austur-Evrópu, frá gyðingum í Austur-Evrópu. Martin Buber safnaði mörgum slíkum sögum og þetta er úr sjóði hans. Hún fjallar þetta, hamingjan er ekki eitthvað sem er langt í burtu, eitthvað sem er gullpottur undir regnboganum. Hamingjan, hún er innan seilingar. Hún er fólgin í einhverju sem er bara yfirleitt mjög hversdagslegt og nærtækt. Og á það minnir þessi gamla saga, hún er svona. Jakob skósmið í Kraká í Póllandi dreymdi draum. Honum fannst sagt við sig, farðu til Prag. Undir Karlsbrú muntu finna falin fjársjóð. Og þegar næsta morgun lagði hann af stað, hélt til Prag. Leiðin var löng og ströng. Og loks eftir langa mæðu, þá kom hann til Prag, fann brúna og sá þegar að það myndi ekki heiglum hent að fara að grafa eftir gulli undir henni. Og sem hann stendur þarna ráðþrota í reiðileysi, kemur lögreglumaður að og spyr hvort hann hefði týnt einhverju. Jakob segir honum þá frá draumnum. Og lögreglumaðurinn ypptir öxlum, skrítið. Ekki alls fyrir löngu þá dreymdi mig draum. Mig dreymdi að við mig var sagt, undir rúminu hans Jakobs skósmiðs í Kraká er falin fjársjóður. En, bætti lögreglumaðurinn við, eins og þú veist að þá er ekkert mark að draumum. Og svo kvöddust þeir og Jakob skósmiður hraðaði sér heim. Hann reif rúmið sitt frá veggnum, losaði gólffjalirnar og gróf niður í moldina og viti menn, þar var eirpottur fullur af gullpeningum. Svo er þarna önnur saga sem hún kemur frá Indlandi, hún fjallar líka gull. Hún er svona.
Það var í litlu þorpi á Indlandi að gamall maður sat á hverjum degi fyrir framan kofann sinn og hrærði með spýtu í gömlum ryðguðum potti. Í pottinum var leðja og eftir að hafa hrært langa hríð stakk hann hendi sinn í pottinn og dró upp gullmola. Dag eftir dag horfðu þorpsbúar á hann með undrun og eftirvæntingu eftir því að gullmolinn birtist í hendi gamla mannsins. Og þegar hann dró molan upp úr pottinum, þá hrópaði fólk upp af undrun. Dag nokkur kom þar að ungur ólátungur og baði gamla mannin að sýna sér hvernig hann fær að þessu. Það sjálfsögðu, sagði gamli maðurinn, þetta svo auðvelt. Þú útvegar þér bara lítinn pott, spýtu til að hræra í og mold af akrinum og vatn úr brunninum. Svo setur þú moldina í pottin, hellir vatninu saman við og svo hrærir þú bara í. Eftir dágóða stund fer að myndast gullmoli í leðjunni og þá þú bara stingur hendin í pottin og sækir molan. Maðurinn fór strax á stúfana, fékk sér pott og sleif, sótti mold og vatn og satt svo við allan daginn og hrærði og gaumgæfði hvort ekki væri farið að glitta í gullmolan. Næsta dag hélt hann áfram og allt fram á kvöld, en ekkert gerðist. Engin gullmoli kom í ljós, ekki eitt korn. Loks gafst hann upp og fór til gamlamannsins til að fá ráð. Segðu mér nú nákvæmlega hvernig þú ferð að, sagði gamli maðurinn. Og ungi maðurinn fór yfir það í smáatriðum. Og gamli maðurinn sat hugsi litla stund. Það virðist sem ég hafi gleymt að nefna eitt smáatriði. Sko, á meðan þú hrærir í pottinum, þá máttu alls ekki hugsa gull. Svo að lokum lítil frásögn sem nú bara úr okkar nútíma. Og hún fjallar líka það dýrmætasta alls. Það var skólabekk nokkurum var sett fyrir að skrifa upp hver væru 7 undur veraldar á okkar dögum. Og þótt margar tillögur kæmu fram, þá fengu eftirfarandi langflest atkvæði. Píramídar Egyptalands, Taj Mahal, Miklagljúfur, Panamaskurðurinn, Empire State byggingin, Péturskirkjan og Kínamúrinn. Þegar kennarinn var að safna saman atkvæðunum, þá sá hann að ein stúlkan meðal nemendana hafði ekki klárað verkefnið. Hún leit afsakandi á hann og sagðist engan veginn geta takmarkað þetta við 7. Nú, lát heyra hvað þú ert komin með, spurði kennarinn og stúlkan hikaði við en sagði svo, ég held að 7 undur veraldar séu þessi. Að sjá, að heyra, að snerta, að finna bragð, að finna til, að hlæja og að elska. Allt datt í dúnalogn í kennslustofunni. Það sem okkur yfirsést, sem venjulegt og sjálfsagt, beinlínis undursamlegt. Og þetta minnir okkur á að því dýrmætasta í lífinu verður ekki með höndum reist, né verði keypt. Takk fyrir.